Kærulandar, gleðilega hátíð. Það vert að minnast þess á þjóðhátíðardegi okkar að í ár eru 80 ár síðan að Ísland tók utanríkismálin í sínar hendur eftir að Þjóðverjar hernámu Danmörku. Í kjölfarið komu Ísland og Bretland á stjórnmálasambandi milli ríkjanna. Sendiráð Íslands í London opnaði skömmu síðar og Pétur Benediktsson gegndi stöðu setts sendiherra. Hér var hinn sjálfstæða og fullvalda þjóð að taka sín fyrstu skref í utanríkismálum. Þann 10. maí sama ár afhendi Howard Smith trúnaðarbréf sitt Hermanni Jónassyni, þáverandi forsætisráðherra þjóðstjórnarinnar. Í bók sinni Bretandi koma lýsir Thor Whitehead þessum örlega morgni og tilvitnun hefst. Hann, þar sé Howard Smith, lýsti nú yfir því að Bretastjórn hefði lent herliði á Íslandi þá morguninn einungis í þeim tilgangi að tryggja sér nokkrar bækistöðvar. Ljóst væri að ríkisstjórn Íslands vildi forðast að dragast inn í stríðið. Bretar væru hins vegar sannfærðir að hlutleysisyfirlýsing nægði ekki ein og sér til varnar í þessum ófriði þar sem menn ættu í höggi við fullkomlega samviskulausan andstæðing. Því hefði hann kynnst af eigin raun í Danmörku þar sem hann var sendiherra þegar að Þjóðverjar tóku Kaupmannahöfn. Ísland væri Bretum nú blátt áfram lífsnauðsynlegt í baráttu gegn Þjóðverjum fyrir frelsi Noregs og Danmerkur og engin trygging væri fyrir því að Þjóðverjar stígu ekki á land hér. Hefðu þeir orðið fyrr til, hefðu Bretar neyðst til að hrekja þá á brott og Ísland orðið vígvöllur þar sem bæjum og þorpum hefði óhjákvæmilega verið tortímt. Með því að reisa hér nauðsynlega bækistöðvar gætu Bretar í krafti yfirráða sinna á hafinu komið í veg fyrir að styrjöldin færðist nær Íslandi. Hlutleysi yrði ekki tryggt án herverndar. Hermann Jónasson reis nú úr sæti, fölur og óstyrkur eins og Howard Smith. Hann sagði eitthvað á þá leið að Íslendingar hefðu ekki vænst þess að fyrsti sendiherra Bretlands kæmi hingað með þessum hætti. Ríkisstjórnin ætlaði vissulega að mótmæla hernáminu en með því að Bretar hefðu komið með góðum hug vildi hann nú vinna með þeim. Bretum hefði þó verið nær að spyrja stjórnina leyfis en að ráðast í þessa skyndilegu og fyrirvaralausu landgöngu. Howard Smith þakkaði forsætisráðherra orð hans en sagði síðan ekkert meira. Stundin var alvarleg og allir gerðu sér ljóst að hér hafði einstæður og örlaga þrunginn viðburður gerst. Nú ríkti þungbúin þögn, það var eins og enginn vildi segja neitt frekar. Tilvitnun lýkur. Nú síðar daginn hittust þjóðstjórnarmenn og fulltrúar Breta á Hótel Borg til að ræða málin frekar og í afslappara andrúmslofti og Howard Smith brá á það ráð að bjóða mönnum upp á viskítár en frásögn af þeim fundi hermir á honum hafi þótt dropinn dýr enda hafi viskíflaskan kostað hann 1 sterlingspund. Í raun var flestum Íslendingum létt að Bretar hefðu látið til skara stríða og hernumið landið. Örlaganorninnar hefðu líklega orðið Íslendingum erfiðari ef Bretar hefðu ekki komið til sögunar með þessum hætti. Bretland eitt af okkar nánustu samstarfsríkjum og mikil vinaþjóð. Þó að ýmsu hafi gengið í sambandi þessara grannþjóða í gegnum árin, sýnir það styrk sambandsins að við höfum náð að leysa úr ágreiningi og halda áfram. Deilurnar verða hluti af sameiginlegri sögu og böndin sem tengja löndin styrkjast. Undanfarnar vikur hafa Bretar sýnt Íslendingum vinaþel í verki en þeir hafa hjálpað fjölda COVID-strandaglópa að komast til síns heima í gegnum sérstök borgaraflug breskra yfirvalda. Kærulandar, íslensk stjórnvöld undirbúa nú hörðum höndum viðræður framtíðarsamband ríkjanna
eftir að EES-samningurinn hættir að gilda fyrir samskipti okkar í lok þessa árs. Bæði ríkin hafa sýnt að mikill vilji er fyrir hendi að styrkja enn frekar þetta nána samband til framtíðar. Og þann 14. maí síðastliðinn undirrituðu ráðherrar ríkjanna samstarfsyfirlýsingu til næstu 10 ára. Hún byggir á sameiginlegum gildum ríkjanna með það að markmiði að efla hagsæld, sjálfbærni og öryggi, jafnt innan ríkjanna sem og alþjóðavísu. Hún er því til þess fallin að efla tvíhliða og svæðisbundna samvinnu þessara nágranna á Norður-Atlantshafi á komandi áratug með reglubundi samráði og framtaksverkefnum, meðal annars á sviði viðskipta og fjárfestinga, sjávarútvegs, öryggismála og loftslagsbreytinga. Aðgerðir stjórnvalda koma þó aldrei í stað þess sem er grundvöllur sambandsins, samstarf fólksins, og geta einungis skapað því umgjörð og stutt það. Kæru landar, enn á ný er vá fyrir dyrum, 80 árum eftir hernámið, að þessu sinni erum við að kljást við ósýnilega innrás, þar sem samtakamáttur og samheldni hefur verið helsta vopnið. Þar þurfum við að sýna árvekni. Ég vil að lokum óska ykkur og fjölskyldum ykkar góðrar heilsu og jafnframt hefur forseti Íslands, herra Guðni T. Jóhannesson, beðið mig að bera ykkur sínar innilegustu hátíðarkveðjur með hvatningu til ykkar að nýta kosningaréttinn. Lifið heil! Lýsti sól, stjörnustól, stundar ránar klæði, skemmti sér vorum veg, vindur lék í næði. Heilög sjón, hlóðir frón, himinn, jörð og flæði, fluttu landsins föður heilla kvæði. Himinn fjöld, földuð mjöld, fránu gull í brunnu, fram til sjár, silungsár, sungu meðan runnu. Blóm á grund, glöð í lund, gull og silki spunnu, meðan fuglar kváðu allt sem kunnu. Blíð og fríð, frelsistíð, frægust ei á grundu, Ingólfur, Arnarbull, lítur hreinn í lundu. Dísafjörð, dýrku höld, heill við kynnar stundu, blessast Ingólfsþing frá þeirri stundu. Ég ætla að flytja ljóðið Ættjörð eftir Davíð Stefánsson. Úr útsæ rísa Íslands fjöll, með eld í hjarta þakin mjöll, og brim við björg og sand. Þó mái tíminn margra spor, þá man og elskar kynslóð vor sitt fagra föðurland. Við tölum íslenskt tungumál, við tiggnum Guð og landsins sál og fornan ættaróð. Þeir gjalda best sinn gamla arf, sem glaðir vinna þrotlaust starf, til vaxtar vorri þjóð. Á meðan sól að morgni rís, og máni silfrar jökul ís, og drengskapur er dyggð, skal fólkið rækta föður tún, og fáninn blakta efst við hún,
alla Íslands byggð, alla Íslands byggð. Sunnan yfir sæinn breiða, sumar yfir vinda leiða, kröfan landi gefur heyra, þær og annars skipti sig. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Bakk þú til græna lundir, ráðu fram á bláu sundin, muna það að styrkja stundin, sopið tjarnast undir þig. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Allt til hinna ljúft að geyma, láta sig í vöku dreyma, sólskinsveður síst að gleyma, segðu einhvern manni þig. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Vorið kemur heimur hlýnar hjarta mitt. Komiði sæl. Ég heilsa ykkur frá Dómkirkjunni í Reykjavík. Þetta eru undarlegi tímar. Við höfum öll gengið í gegnum samkomubann, misrátt. Margir hafa getað stundavinnu heima, aðrir horfa fram á óvissu atvinnu. Sumir hafa jafnvel þurft að sækja vinnu til að tryggja að samfélagið virki og aðrir sinnt hjúkrun og aðhlýningu jafnvel kórónusmitara. Uglust hafa einhverjir sem á hlýða þurft að fara í sóttkví og kannski einhverjir veikst og einhverjir eigum sárt að binda. Þegar samkomubannið var sett á hér var eins og tíminn næmi staðar. Óvissan jók á óöryggið. Núna hefur samkomubannið verið afnumið og þá finnst manni eins og þetta hafi næstum verið draumur. En þó ekki, því að svo margt er breytt. Og það eru á svona tímum sem við erum minnt á hve mörg þau gæði sem okkur finnst sjálfsögð eru það ekki. Heilsa, nánd, starfsöryggi, já, líf. En staðreyndin er að óvissa og erfiðleikar sem margir finna fyrir núna hefur verið fylgifiskur mannkísins frá upphafi. Haustið 1873 fór Matthías Jochumsson með skipi frá Reykjavík til Edinborgar þar sem hann gisti hjá gömlum skólabróður, Sveinbirni Sveinbjörnssyni tónskáldi. Þetta voru erfiðir og óvissir tímar hjá Matthíasi. Hann hafði nýlega orðið ekkill í annað sinn og hafði líka horfið frá embætti sínu sem prestur á Kjalarnesi. En hann hafði í farteskinu tilkynningu að 2. ágúst að ári yrði haldin hátíðarmessa hér í Dómkirkjunni þar sem fagnað yrði 1000 ára búsetu á Íslandi og predikunatekstinn yrði vers úr 90. Davíðssálmi. Þar stendur: Drottinn, þú hefur verið oss athvarf frá kyni til kyns. Áður en fjöllin fæddust og jörðin og heimurinn urðu til, frá eilíð til eilíðar ert þú og Guð. Þú lætur manninn hverfa aftur til duftsins og segir: hverfið aftur þér mannanna börn. Því að 1000 ár eru í þínum augum sem dagurinn í gær þegar hann er liðinn. Já, eins og næturvaka. Í þessum sálmi stendur manneskjan gagnvart hverfuleika lífsins og sér að ekkert er eilíft nema Guð.
Ekkert er fast í hendi nema sá Guð sem hefur verið athvarf frá kyni til kyns. Þetta var kveikjannað sálminum Lofsöngur sem fluttur var í fyrsta sinn við hátíðarmessu hér í Dómkirkjunni 2. ágúst 1874. Og fyrsta versið, og það sem við syngjum nú oftast, er samið í Edinborg en hin 2 í London. Sálmurinn var ekki saminn sem þjóðsöngur og það er ekki fyrr en eftir við fengum heimastjórn að hann fór að fá slíkan sess. Ég hef oft velt því fyrir mér hvort lagið spila ekki þar inn í, þetta stórbrotna kór- og hljómsveitarlag. Matthías sýndi Sveinbirni fyrsta erindið af Lofsöng þegar hann var hjá honum í Edinborg og bað lag við hann. Hann segir svo frá því í bókinni Sögukaflar að sjálfu mér. Sveinbjörn athugaði vandlega textan en kvaðst ekki treysta sér til að búa til lag við. Fór svo að ég veturinn sendi honum aftur og aftur áeggjan og áskorun að reyna sig á sálminum og loks kom lagið vorið og náði nauðlega heim fyrir þjóðhátíðina. Matthías átti það sjálfur sameiginlegt með höfundi 90. Davíðssálms að þekkja hve brothætt lífið getur verið. Og hann átti það jafnframt sameiginlegt með honum að leita til Guðs, líka á erfiðum stundum, með sorg sína, angist, ótta og reiði. Að hugsa og endurhugsa, að deila við Guð á köflum, en koma aftur og finna athvarf í skjóli Drottins. Síðar í 90. sálmi Davíðs segir: Kenn oss að telja daga vora, að vér megum öðlast viturt hjarta. Því þó mannlegt líf sé hverfult er það mikilvægt, dýrmætt, dásamlegt og þess virða því sé lifað. Að við nýtum vel dagana og það reyndist arfur Matthíasar. Líf hans var ekki alltaf auðvelt líf. Heldur líf þar sem gleði og sorgir tókust á og verkefni hversdagsins voru mörg, en eftir lágu ótal ljóð og sálmar sem hafa glatt og huggað og hrest æ síðan. Lokalínur 3. erindis þjóðsöngsins eru bæn. Og vert þú hvert morgun vort ljúfasta líf, vor leiðtogi í dagana þraut, og á kvöldin vor himneska hvíld og vor hlíf og vor hertogi þjóðlífsins braut. Íslands 1000 ár verði gróandi þjóðlíf með þverrandi tár sem þroskast á Guðsríkis braut. Guð blessi ykkur og umvefji, nú og ævinlega. Og vonandi fáum við hist við alvöru guðsjónustu og gleði í London að ári.
Gleðilega hátíð. Okkur hafa borist eftirfarandi skilaboð frá forseta okkar Guðna T.H. Jóhannessyni. Kæru landar í Bretlandi, á þjóðhátíðardag okkar Íslendinga sendi ég ykkur kærar kveðjur. Góðar minningar á ég frá námsárum mínum á þessum slóðum. Oft leitaði hugurinn þó heim og ekki síst á hátíðarstundum eins og þessum sameiginlega degi okkar allra. Síðustu misseri hafa verið erfið og mæðusöm heima á Íslandi, í Bretlandi og víða veröld. Með því að fylgja ráðum sérfræðinga í almanna- og veiruvörnum tókst okkur Íslendingum að verjast farsóttinni eins vel og unnt var. Áfram þurfum við að vera á varðbergi, en við megum leyfa okkur að vera bjartsýn. Seigla okkar og samstaða mun áfram reynast vel. Kæru landar, ég ítreka hlýjar óskir til ykkar allra, njótið þjóðhátíðardagsins og munið að nýta kosningaréttin í forsetakjörinu framundan. Guðni T.H. Jóhannesson, forseti Íslands. Fyrir hönd safnaðarnefndar Íslensku kirkjunnar í London langar mig að þakka ykkur öllum fyrir að vera með okkur hér í dag. Hittumst heil á 17. júní hátíðarhöldunum 2021.